Nú ætla ég að renna stuttlega yfir hvernig náttúrufræðikennslu hefur verið háttað á elsta stiginu í Álftanesskóla. Haustið 2013 hófst vendikennsla í 8. og 10. bekk, 9. bekkur bættist við haustið 2014. Við byrjuðum svolítið með beina eða alfarið í vendikennslu, þar sem var lítið beina kennslu, en höfum hægt og hægt farið í að kenna svolítið beina kennslu með, svolítið eftir námsefni og námshópum hverju sinni. Nemendur horfa á 1 myndband á viku, nema þeir sem að ætla sér að vera á undan áætlun. En nemendur í 9. bekk, þriðjungur þeirra orðið á undan áætlun, mismikið, en sum stefna því að klára námsefni 10. bekkjar fyrir áramót í 10. bekk og fara þá í framhaldsskólaefni eftir áramót. Kostirnir við svona vendikennslu að við förum hraðar yfir efnið og þeir nemendur sem að vilja fara mjög hratt og ráða vel við það geta farið í raunin eins hratt og þeir vilja, því að námsefni liggur allt fyrir. Það allt til, opið á netinu, nemendur hafa aðgang að því hvar sem og hvenær sem. Gallarnir við þetta að það kannski ekki alveg allir virkir og að horfa. En sú kennsluaðferð sem að virkar fyrir alla svo sem heldur ekki til. Við höfum lagt viðhorfskannanir fyrir nemendur og foreldra all þessi 3 ár sem við höfum nýtt okkur vendikennslu. Hérna sjáum við hvernig nemendur, hversu oft þeir horfa. Ef þið smellið á linkin hér, þá getið þið séð niðurstöðurnar til dæmis frá því í fyrra. En þið sjáum að nemendur horfa almennt einu sinni til 2 svar. Við vildum nú kannski fá þau til þess að horfa aðeins oftar. Ef þið smellið svo á linkin hér, fáið þið nánari niðurstöður eða greiningu á niðurstöðunum fyrir árið 2016. Hérna sjáum við hvernig nemendum líkar þessi kennsluaðferð og þið sjáum að mikill meirihluti segir hún virki mjög vel sem í þessi dökkaræni eða vel sem í þessi guli. Og ekki mikill munur á 2016 og svo öllum árunum saman. Hér sjáum við samanburð á nemendum sem voru í 8. bekk 2014, strákarnir annars vegar og stelpurnar hins vegar. Þau voru mjög ánægð með þessa kennsluaðferð og þessi sömu nemendur konur í 10. bekk álíka ánægðir. Örlítið fleiri, reyndar bara 1 og 1 sem bætist við í hann segja þetta virki illa. Við vitum ekki hvort þetta nákvæmlega sömu nemendur, einhver gæti hafa verið lasin eða hér en ekki hér og öfugt náttúrulega. En hér var þetta líka nýtt. Hér nemendur orðnir eldri og þroskaðir og meðvitaðir hvað virkar vel fyrir þau. Samt sem áður mikill meirihluti sem segir þetta virki vel eða mjög vel. Foreldrar nokkuð sammála og í raun enn jákvæðari en nemendur því að mikill meirihluti þeirra segja þetta hendi þeirra barni vel eða mjög vel. Ég tók líka viðtöl við nemendur og við skulum heyra hvað þau hafa að segja. Ég ætla að sýna ykkur hérna stutt brot úr viðtölunum við nemendur en þið getið smellt á linkin hér eða í lýsingunni fyrir neðan til þess að sjá mun lengri samantekt á viðtölunum við nemendur. Við skulum heyra hvað nemendur hafa að segja. Mér finnst það virka mjög vel og þægilegt að hafa svona vídeó og þá getur maður að fara áfram. Já, við erum bara að vinna okkar áætlun. Við getum bara hort á vídeóin og glósa upp á vídeónum þegar við viljum. Við þurfum ekki að bíða eftir kennslu frá kennaranum. Og þá líka höfum við alltaf aðgang að útskýringum og hvað við skiljum ekki. Hún að virka mjög vel fyrir mig. Ég sit heima bara á glósa upp á vídeónum og svo kemur ég tíman og þá ég betur undirbúin í að svara spurningum og þannig. Já, þetta virkar allavega mjög vel. Ég geri oftast bara í tímanum en ef ég þarf að glósa eitthvað mjög mikið þá ger ég það heima. Það auðvitað að ná í hana, ef maður gleymir bókinn í skólanum þá skiptir ekki máli, maður fer bara á netið og... Ég myndi segja bara hvað ert búin að kynnast efninu vel þegar þú kemur í tíman. Það ekki að lesa eins mikið. Gallan að maður gleymir svo stundum og stundum maður ekkert eitthvað annað að horfa á þetta. Já, stundum þau of lengi og þá getur maður mist einbeitinguna og stundum tala hratt. Já, við erum aðeins á undan
í náminu. Já, Og er það ég miklu meira að vinna, þú veist, eftir mér heldur en, þú veist, öllum hinum. á okkar hraða bara. Ég glósa upp úr þeim og þetta er bara aðal glósunar mínar sem ég nota fyrir próf til dæmis. Bara horfa á þig, glósa og já, svo bara horfa aftur ef maður skilur ekki eitthvað. Já, sama hér, nema ég nota orðskýringarnar mjög mikið. Bara að vídeón eru mjög þægileg og endilega halda áfram. Bara þetta geðveik aðferð. Mér finnst þetta miklu betri leið til þess að læra heldur en að lesa. Bara ekki hægt að gera vídeó. Já, ekki hægt að vera. Já.